Hæ, Guðrún Bergmann hér. Ég er með nokkur heilsuráð að mér finnst eiginlega alveg nauðsynlegt að koma þeim á framfæri því að ég er hægt að skrifa mig til greinar þar sem ég er að fjalla ýmiss konar bætiefni eða heilsuráð og þess vegna hef ég bara flutt það yfir á YouTube-rásina. Það er ofta aðgengilegra og einfaldara fyrir mig. En stóra spurningin ert þú ein af þeim eða einn af þeim sem er alltaf kalt? Ég er nefnilega hef verið í þeim flokki og það sem að gerist þegar að það kemur haust eða vetur og jafnvel yfir sumatíman ef mér verður kalt er að fingurgómarnir mínir dofna upp og til að byrja með var það bara vísifingur en nú er það orðið eiginlega allir fingur eða voru orðið það þangað til fyrir stuttu síðan að ég uppgötaði hvað ég þurfti að taka inn til þess að auka blóðflæði. Og það var kannski ekkit ofboðslega flókið, en það var eitt bætiefni. Mér vantaði þetta níasín eða B3 og leið og ég fór að taka það, þá jókst líkamshitinn hjá mér og ég hef ekki fengið allavega ennþá, það er náttúrulega ekki búið að vera kannski neitt ofboðslega kalt undanfarna daga, en ég hef ekki fengið neitt dofa í puttana og sem er ánægilegt því að ég er rauninni búin að vera að prófa allar hanskagerðir sem hægt er. Þetta kallast Raynaud's disease þegar háræðarnar fremst í puttunum virðast stíflast sem gerir það að verkum að blóði flæðir ekki til þeirra. En það eru til 2 tegundir, ég er náttúrulega að prófa þetta báðar, hjá mamma veit best af þessu B3, þessu níasíni og annað er níasín og hitt er níasín mæd. Annað þeirra býr til smá svona hita í kinnarnar þegar maður tekur það inn. Þannig þið finnið aðeins fyrir því verði aðeins svona kannski rjóð í kinnum eins og þessi er búin að vera úti eða eitthvað, en hitt er það ekki. Ég tek 3 hylki á dag af þessum bætiefnum og þetta hefur gerbreytt líðan minni. Annað sem ég byrjaði að nota á sama tíma sem ég er búin að trassa svolítið að nota en það er jóð. Okkur vantar oft jóð vegna þess að það styrkir blóðið okkar og það eykur blóðframleiðslu og þetta er einfalt, maður situr, þetta er með svona pípettu í, þannig maður tekur bara 1 dropa og setur í glasa vatni og drekkur það eða þá að maður getur sett dropa innan á handleggina, 1 eða 2, nudda höndunum aðeins saman og Hallgrímur Heitin Magnússon læknir, hann talaði alltaf það að merki að okkur skorti jóð væri ef svona blettur væri horfinn á 8 klukkutímum. Þannig ef þið sitið þetta á ykkur á kvöldin, bara 1 eða 2 dropa og nuddið svo höndunum saman og þið passið ykkur vegna þess að þetta er sterkt efni, það er að segja þetta er sterkur litur í þessu efni, þannig passið ykkur að vera ekki svona hvítu eða öðru þess að það sem ykkur er andum þegar þið eru að gera þetta ef þið missið niður dropa. Og það þarf strax að hreinsa dropa ef hann dettur í vaskinn eða eitthvað. Ég vil þetta með þetta yfir vaskinu. Svo að prófið þetta og níamæd til að auka hita eða níasín til að auka hitan í líkamannum og að þið ekki eftir að vera í vandræðum með puttan ykkar í vetur. Takk.